Eftir augnablik ætlum við að ræða við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, utanríkisráðherra og formann Samfylkingarinnar og spyrjum hana út í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, skuldsetningu þjóðarinnar, aðildarviðræður við ESB, auðmenn þjóðarinnar, stöðu seðlabankastjóra, samskiptin við Breta og fleira. Byrjum á Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem sest hjá Jóhannu. Velkomin Ingibjörg. Takk fyrir. Svo vonum við komast yfir allt þetta sem að Þórhildur felldi hérna upp. En varðandi þessa aðstoð sem var kynnt í dag, væntanlega, aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, að þá sögðu sérfræðingar sjóðsins í dag að þeir kynntu áform aðhaldssama stjórn peningamála til að koma á stöðugleika í gengi krónunnar. Og hingað til hefur svona aðhaldssam stjórn peningamála hjá þessum sjóði leitt til vaxtahækkunar. Það hafa verið viðbrögð sjóðsins annars staðar sem sjóðurinn hefur komið inn í. Þið hafið ekki viljað segja hver skilyrðin eru nákvæmlega, en eigum við vona því mögulega að sjóðurinn fari fram á að vextirnir haldi svona háir eða mögulega vaxtahækkun mun eiga sér stað? Já, það er kannski fyrst að segja það að ástæðan fyrir því að við getum kannski ekki farið efnislega mikið inn í þessi skilyrði að þessar forsendur sem liggja til grundvallar okkar ákvörðun það að taka upp formlega viðræði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eru þær að stjórn sjóðsins, hún vill ekki lesa þetta í fjölmiðlum, hún vill sjá á hverju þetta byggir og fá það inn í stjórnina, þannig að við verðum að virða þennan samstarfsaðil okkar. Það er ekki vegna þess að við viljum ekki gefa þær upplýsingar, þetta er bara þannig sem þetta liggur fyrir. En þá spyr ég þig að því, sko, gætir þú sætti við það, miðað við hvernig ástandið er hér og miðað við það hvað í rauninni þú hefur sagt og fræðingar hér sko, nauðsyn þess að lækka vextina, gætirðu sætti við það? Gætirðu sætti við skilyrði hækkun vaxta eða sömu vextu við höfum í dag? Já, við stöndum náttúrulega í ákveðnum sporu núna og það mikilvægasta verkefni sem að við stöndum andspænis er að hér geti myndast markaður með gjaldeyri. Það geti myndast eitthvað verð á gjaldeyri í landinu, þannig það sé að eiga hér viðskipti með krónuna og við getum tryggt það að fjármagn haldist hér í landi, að menn flýi ekki með peningar úr landi og eins að þeir sem að fá greitt fyrir vörur og viðskipti, að þeir komi með sína fjármuni inn í landið. Það er mikilvægasta verkefni sem við stöndum andspænis. Það er líka mikilvægt fyrir skuldsett fyrirtæki sem skulda í erlendum gjaldmiðli, heimili sem skulda í erlendu gjaldmiðli, að það komist ákveðin festa á gjaldeyrismarkaðinn og það er auðvitað hugmyndin á bak við þetta, ekki til þess að koma í veg fyrir þenslu eins og vaxtaákvarðanir áður voru, heldur til þess að mynda þennan gjaldeyrismarkað og þá geta vaxtahækkanir komið til álita og það er eitt af því sem gengið er út frá í þessum forsendum. En óttastu það þá ekki ef það kemur hérna vaxtahækkun því að vextirnir eru nú mjög háir og hærri en annars staðar nú þegar? Að það muni bitna hart á fyrirtækjum almenningi í landinu og nú nýlega þá talaði prófessor hér við Háskóla Íslands kom fram og var að tala þessa fjármálakreppuna í Noregi sem reiði verið í byrjun 10. áratugarins og hann segir það að hátt vaxtastig dýpkaði fjármálakreppuna í Noregi, Dr. Erling Steikum heitir hann. Já, ég veit náttúrulega ekki, þú veist, það er ekki alltaf hægt að bera saman þessar fjármálakreppu frá einu landi til annars. En óttastu það ekki samt að vaxtahækkun myndi dýpka kreppuna? Auðvitað, sko, það er enginn sem að óskar eftir vaxtahækkun og við erum mörg sem hefur verið að kalla eftir vaxtalækkun vegna þess að kerfi hér hefur verið botnfrosið og það hafa engar lánveitingar átt sér stað. En verkefni sem við stöndum andspænis núna er fyrst og fremst að styrkja gengi krónunnar og að myndist hérna einhver gjaldeyrismarkaður og það geti átt sér stað eðlileg viðskipti í landinu. Það er númer 1, 2 og 3 núna. Og ef að til vaxtahækkunar kæmi, þá er hún bara til skamms tíma. Þá er það bara til mjög skamms tíma. Og vonandi þá væri hægt að lækka þá aftur fljótlega. Af því nú er talað til að mynda sko til þess að hefta þetta útstreymi úr landi, að þá sé betri í rauninni að nýta sér einhvers konar höft eða skattlagningu til þess að hefta þetta útstreymi. Það er náttúrulega líka verið að væntanlega tala höft á frjálsu fjármagnsflæði. Það er að segja að þegar við erum að tala einhverja fjármagnsflutninga sem að einhverju nemur, það verði sett höft á það. En fólk verður að geta átt eðlileg viðskipti og fyrirtæki verður að geta átt eðlileg viðskipti og fengi aðgang að gjaldeyri og það verður að verða til eitthvað verð á gjaldmiðlunum hérna hjá okkur. Og það er auðvitað það sem að þetta gengur út frá. En nú þýðir þetta væntanlega líka mikinn niðurskurð á einhverju tímapunkti í ríkisfjármálunum og við þurfum að bíða þá svona 10 dagi viðbótar minnst í óvissum það í rauninni hvað þetta hefur í för með sér, þessi aðstoð. En geturðu, sko,
sagt okkur eitthvað þennan niðurskurð í ríkisútgjöldum? Sko, einhver ákveðin málaflokkar sem þetta mun bitna meira á eða er þetta flatur niðurskurður? Nei, sko það er eitt sem er mjög mikilvægt í þessu sambandi og það er að þessi ákvörðun að taka upp formlega viðræði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, hún er mjög mikilvægt til þess að búa okkur til viðspyrnu og það er ekki þannig að ef við hefðum ekki tekið þessa ákvörðun að þá hefðum við verið laus allra mála. Þá hefðum við í rauninni þurft að taka miklu erfiðari ákvarðanir því þetta er svona aðgöngumiðin okkar alþjóðasamfélaginu. En þið eru að gera áætlun. En við þurfum að væntanlega skera niður í ríkisútgjöldum. Við þurfum hugsanlega að hækka einhverja skatta. Í sjálfu sér setur sjóðurinn engin skilyrði um það hvað við gerum. Það er pólitísk ákvörðun okkar. En hvaða áætlun hafið þið? Eru það ákveðnir málaflokkar sem koma til með að líða meira fyrir þetta eða? Nei, það er eitt sem er mjög mikilvægt að hafa í huga því það er nú gjarnan talað sjóðinn og það að hann gerir kröfur annars vegar íbúðalánasjóð að leggja hann af eða skera niður í velferðarþjónustunni. Það eru engar slíkar kröfur í þessu. Það er ekkert slíkt. Það er ekki að tala um íbúðalánasjóð, ekki einkavæðingu, ekki velferðarþjónustuna. Það er pólitísk ákvörðun okkar og það er auðvitað bara verkefni sem við stöndum andspænis núna við fjárlög næsta árs að vinna það verkefni. Og væntanlega er hún tilbúin að einhverju leyti sem þeir eru skilin eða ekki? Nei, við þurfum ekkert að skila henni til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það er bara okkar mál hvernig við gerum þetta. En svo spurningin, við vindum okkur í næsta mál, af hverju erum við sem sporum í dag og af hverju Ísland að fara svona óbúslega illa út úr þessu? Ríkisstjórnin hefur verið gagnrýnt harðlega fyrir það að hafa sofið á verðinum, það hafa hagfræðingar hér heima og erlendis bent á það að bankakerfið hafi verið algjörlega ofvaxið, efnahagskerfinu hérna. Bara snemma á þessu ári að þá ert þú spurð að því að bankarnir lentu í erfiðleikum hvernig myndi íslenska ríkið bregðast við og þú segir ég líti á þetta sem algjörlega fræðilega spurningu. Þú fullvissa spyrjandi að ríkisstjórnin myndi bregðast við eins og hver önnur ábyrg ríkisstjórn, bankarnir standi traustum fótum, engin hætta á að þið lendi í þroti áður en kreppunni linnir. Við myndum ekki láta þá verða gjaldþrota. Hvar voru þið í öllu þessu ferli þegar var verið að vara við þessu ástandi hér? Sko, við vorum auðvitað bara með þær upplýsingar úr bankakerfinu og úr þeim álagsprófinu sem hefði verið að gerðar á bankakerfinu eins og aðrir. Við höfum engar aðrar upplýsingar og þetta bankakerfið okkar, bankarnir okkar, hefur gengið í gegnum álagspróf hjá fjármálaeftirlitinu og staðist það ágætlega og það hefur auðvitað komið fram hjá fjölmörgum að okkar bankar voru ekkert í verri stöðu heldur en bankar annars staðar. Það sem þetta kannski rýfur þeim að fullu er það að við erum með svo lítið, hvað getum við sagt, hagkerfi og við erum með svo lítið bakstuðning við þetta bankakerfi okkar. Og það má orða þannig að það sé orðið stórt fyrir íslenska hagkerfi. Það má líka orða það þannig að það sé ekkert að því að vera með stórt bankakerfi ef að varnirnar séu nægar. En þær eru ekki nægar í krónunni og í innlendum seðlabanka. Nei, en það voru ekki þín svör þá. Þá segir þú bara sko ríkisstjórnin og Seðlabanki hafa burði til að hindra lausafjárþörf og þið myndu semst bregðast við eins og hver er ábyrg ríkisstjórn og við myndum ekki láta bankana vera gjaldþrota. Hvernig gastu fullyrt þetta í ljósi þess að þarna var varað við stærð bankana og þarna var það lengur í ljós? Já, ef við hefum hlustað á hagfræðingana sem voru að vara við þessu. Já, við vorum náttúrulega ekki að tala um það að þú veist, þessi kreppa rifi yfir heiminn eins og hér hefur gerst og það væri hvergi aðgangur að lánsfé og þannig að það í rauninni hitti fyrir alla bankana okkar í einu. Auðvitað voru menn að horfa til þess að reyna að standa vörð við vorum að horfa til þess að reyna að standa vörð hvern og einn banka og ef að að reyna að tryggja bakstuðning við hvern og einn banka en að fjármálakerfið sem slíkt hryndi, það var í rauninni teóretísk spurning á þeim tíma og ég hafði ekki þá forspá frekar en aðrir að geta sett það fyrir. En það voru samt margir sem að spáðu allsherjar fjármálakreppa á þessum tíma og spáðu því út frá því sem var að gerast í Bandaríkjunum og meira að segja íslenskir hagfræðingar sögðu að ef einn banki hér kemst til lausafjárvanda, þá eru allir bankarnir undir í rauninni og það var meira að segja held ég ákveðið fundir sem að Samfylkingin stóð fyrir. Við vorum auðvitað að horfa til þess og það var talað um það að þessi erfiðleikar gætu dregist eitthvað út þetta ár en menn voru ekki að spá fyrir heimskreppu á þeim tíma. En það voru margir hagfræðingar sem gerðu það þá og ef maður les svona aftur í tímana þá er það fjöldinallur í rauninni sem að spáði því að mjög illa gæti farið í en þú getur kannski ekki haldið því gegn mér eða okkur að við höfum talið að það væri eðlilegt að hafa þessa þróun áfram vegna sem við erum kannski sá flokkur sem hefur talið að það þyrfti meiri bakstuðning, það þyrfti evru, það þyrfti evrópska seðlabanka, það þyrfti meiri bakstuðning okkar fjármálakerfi heldur en við höfum haft. Það hefur auðvitað verið alveg skýr afstæða hjá okkur. Já, en samt sem áður þarna í mars þegar allt þetta dynur á, að þá farið því í ímyndaherferð
hvers vegna fóruð þið ekki í það í rauninni að reyna að bregðast á aðstæðum sem margir hagfræðingar hafa bent á áður en að allt í rauninni fór á þennan versta veg og bregðast við þeim varnaðarorðum sem að höfðu komið fram hjá hagfræðingum til að mynda gagnvart bönkunum, að draga úr stærð þeirra og jafnvel að leggja til einhverjir eru fluttir erlendis. Vegna þess að það er auðvitað vinna sem fór fram. Hún byrjaði í vor, þessar samræður við bankana, að reyna að draga úr umfangi þeirra og koma meðal annars þessum innlánum í dótturfélög. Og það var eitt af því sem var unnið að. Ég get hins vegar alveg játað það, ekki hafði ég grænan grun það að þetta umfang á þessum reikningum, þessum Icesave-reikningum, væri jafn mikið og raun ber vitni og það hefur gerst mjög hratt á þessu ári. Vegna þess að ef við erum að horfa á það sem inn í þessum innlánstryggingasjóði, þá eru þær upphæðir þar algjörlega í samræmi við bankakerfið eins og var árið 2007, þannig að það uppfyllir allar þær reglur. En Ingibjörg, berið þið ekki stóra ábyrgð á því, ríkisstjórnin hér samt sem áður, því ástandi sem við erum í rauninni að upplifa í dag? Sko, við verðum auðvitað að fara yfir þá stöðu og það sem við verðum auðvitað að skoða og ég ætla ekki að skorast undan því hvort að við hefum átt að breyta einhverjum lögum varðandi fjármálaeftirlitið eða varðandi Seðlabankann, varðandi eftirlitsskylduna. Það kann vel að vera að við hefum átt að vera fljótari til í þeim efnum. En sko, ég get hins vegar auðvitað ekki axlað ábyrgð á því hvernig þessi mál hafa þróast undanfarna 10 árum. Jón Daníelsson segir til að mynda hérna hjá mér í viðtali gert ósömt við London School of Economics að sko í rauninni hefði átt að bregðast alltaf öðruvísi við Bón Glitnis á sínum tíma og leið og í rauninni að þetta var komið í þessar aðgerð gagnvart Glitna þá bara var í rauninni sko ferðin niður af ljós. Það hefði þurft að gera þetta og vinna þetta í meiri svona leyni og síðan að upplýsa hlutina svo að þessi eignabruni mikli sem við erum búin að vera að horfa á myndi ekki eiga sér stað. Ertu samfærður það aðgerðin sem að þið ríkisstjórnin samþykktu gagnvart Glitni hafi þið rétt í dag? Sko, það er eitt af því sem alveg sjálfsagt að fara yfir, en það er auðvitað alltaf sko, auðveldar að vera vitur eftir á og sjá hlutina í því ljósi og sjá hvað hefði mátt betur fara. Það sem auðvitað ríkisstjórnin var að gera á þeim tíma, hún var að vinna í kappi við tíman og kappi kannski líka við dálítið neikvætt ytra umhverfi og þetta var svo ákvörðun sem að hún tók að svona bestu manna yfirsýn á þeim tíma. Ég var í New York og fylgdist bara með þessu úr algjörri fjarlægð og ég ætla ekki að fara að setja mig í einhverja dómarastellingar yfir fólki sem er að gera eins og það best getur og í svona miklu tímarhæki. En sko, ef við förum svo, því að Jón og fleiri hafa haldið fram að Kaupþing hefði átt að lifa þetta allt saman af, hverjar eru ástæður þess að þínum að Kaupþing féll? Ég held að ég auðvitað getur ekki fullyrt það að Kaupþing hefði sko lifað þetta af, en það var allt sem benti til þess að Kaupþing hefði burði til þess og Kaupþing var tilbúið til að taka þann slag. Aðgerðir breskra stjórnvalda gegn þessu fyrirtæki knésettu það og þetta var auðvitað alveg skelfilegt að fylgjast með þeim og fylgjast með aðförum Bretana gagnvart þessu stærsta fyrirtæki landsins. Ég er alveg sannfærð um það að það réð bagga munin. Eigum við að fara í mál við Bretana? Út af Kaupþingi? Já, út af Kaupþingi til að byrja með. Ég tel að mjög eðlilegt að þeir sem að koma á Kaupþingi að þeir velti því fyrir þessu. Ég tel alveg full ástæðu til þess að við skoðum það íslensk stjórnvöld hvort að við getum eitthvað liðsýnt þeim í því efni. Það er auðvitað réttur. Ekki ástæðu til þess að þið takið í rauninni einhverja ákvörðun í þessum málum? Það er auðvitað réttur allra sem að lenda í svona deilum að sækja til dómstólana. Það er leiðin sem að menn eiga að fara til þess að útkljá slík deilumál og það má auðvitað ekki vera þannig að Bretar í krafti síns ofurafls gagnvart okkur þessari smáþjóð að þeir reyna að hindra okkur í því að sækja rétt okkar gagnvart dómstólunum. Já, en hvað með til dæmis þetta samtal Árna og sem við heyrðum í gær, okkar fjármálaráðherra Árna Mathiesen og Alistair Darling fjármálaráðherra Breta sem við fengum að hlusta á í gær. Ertu á því eða hver er þín skoðun á því hvernig Breta síðan brugðust við orðum Árna? Því að þegar hann talar að standa við okkar skuldbindingar, hann segir, tja, ég vona að það verið tilfelli, segir Árni, ég get ekki kveðið skýrt úr það eða tryggt það núna, en vissulega vinnum að því að leysa úr þessu máli. Hann einhvern veginn fullvissar hann ekki það að þarna, sko... Nei, sem betur fer fullvissar hann ekki það að við getum greitt Bretunum einhverja 600 milljarða króna vegna þess að þá hefði hann auðvitað verið að segja að við værum tilbúin til að binda framtíðar kynslóðum einhverja bagga sem ekki hægt að standa undir. Hann segir við vinnum að þessu,
við auðvitað virðum okkar skuldbindingar, við viljum vinna þessu og það verður auðvitað að leysa þetta mál eftir diplómatísku leiðum og eftir samkomulagsleiðinni og það er ekki síðaðarmanna háttur að bregðast við svona orðum með þeim hætti sem að Bretarnir gera. Það er ekki diplómatía. En það eru lagalegar mismunandi túlkun á lögunum í þessu samningu við erum okkur við Breta. Og það eru margir mjög reiðir yfir því að við Íslendingar eigum að fara að borga og börnin okkur og barnabörn og annað eitthvað skuldbindningar sem að einkabanki koma þarna úti og væntanlega þetta með samþykki fjármálaeftirlits á sínum tíma. En kemur til greina að við greiðum þeim svona stórar upphæðir eins og hefur verið talað, eins og 600 milljarða? Ég tel að það komi ekki til greina að við göngumst undir slíkt samkomulag á þess að láta reyna á það fyrir dómstólum og ég tel að það sé réttur okkar að reyna dómstólaleiðina í þessu máli. Það er lagaágreiningur þetta. Þessi direktív Evrópusambandsins sem að gilda í þessu sambandi voru aldrei hugsuð þannig að þau næðu til heils fjármálakerfis þegar það hryndi. Það var hugsað þannig að það næðu til einstakra banka sem að færu gjaldþrota. Þannig að þetta er ágreiningur og við verðum að eiga þann rétt og getum aldrei samið hann frá okkur að sækja eftir dómstólaleiðinni. En segðu mér Anna, þú verið mjög gagnrýnin á bankastjórn Seðlabankans og talaði að hún ætti að víkja til að gera þetta svigrúm. Getur þú sagt við það að Davíð sitji áfram Seðlabankastjórn? Nú hefur Geir Haarde sagt að hann hafi engin áform með það að víkja frá þessari bankastjórn. Þú verið aftur á móti mjög gagnrýnin. Getur þú sagt við það að Davíð sitji áfram Seðlabankastjóri? Þetta er auðvitað mál sem á forræði forsætisráðherra. Seðlabankinn heyrir undir forsætisráðherra. En getur þú sagt við það? Ég set ekki fólki einhver skilyrði með þeim hætti. Ég hefði viljað sjá þessa breytingu. Ég tel ekki að það sé styrkur að því hvernig Seðlabankinn er núna uppbyggður. Ég hefði viljað sjá breytingu á Seðlabankum eins og öðrum fjármálastofnunum. En forsætisráðherra auðvitað fer með málefni Seðlabankans. En hvað með bankaráðið? Þannig að bankaráðið hefur eftirlit með starfsemi Seðlabankans og hefur náið samráð við, bankastjórnin hefur náið samráð við bankaráðið stefnumörkun og ákvarðanir í mikilvæga málum og þarna sitja meðal annars Halldór Blöndal, Jón Sigurðsson, ykkar helsti efnahagsráðgjafi. Ætti bankaráðið þá ekki alveg að segja af sér? Eða ætti ekki alveg að setja það af og skipa ykkur aðra? Ég er náttúrulega fyrsta lagi vil nú segja það að ég hef nú flutt frumvarp oftar en einu sinni oftar tvisvar Seðlabankann. Þannig ég sé yfirstjórn Seðlabankans öðruvísi heldur hún er núna. Það vilja gjarna sjá breytingu þar á. En varðandi bankaráðið þá fer bankaráðið ekki með ákvarðanir í málefnum Seðlabanka. Bankaráðið tekur ekki ákvarðanir. Nei, en það hefur náið samráð stefnumörkun og ákvarðanir í mikilvægum málum. Já, það er upplýst það sem er að gera í bankanum og oft það er ekkit alltaf fyrirfram, stundum er það eftir á. Varðandi Evrópusambandið, því að þú hefur líka lagt mikla áherslu á Evrópusambandið, auðvitað þinn flokkur og bara síðast þennan mánuð, meðan þennan mánuð, þá segiru fyrst þurfum við að leita aðstoðar gjaldeyrisjóðsins og síðan þyrftum við að fá aðild að ESB og evru til að styðja íslenska hagkerfið. Og þá spyr ég, hve mikla áherslu leggur þú á þetta mál núna í þessu stjórnarsamstarfi? Getur þetta mál beðið í 2-3 ár ákvörðun það að fara að sækja um aðild að sambandinu? Getur þetta mál beðið fram yfir næstu kosningar að þínum mati? Nei, ég held að við þurfum að taka þessa umræðu núna á þessu kjörtímabili og við sjáum að það er alltaf forsendur að breytast. Við þurfum ekki þannig að horfa á ályktun Alþýðusambands Íslands í dag og við sjáum það líka hjá samtökum atvinnulífsins að þá hefur þungin verið að breytast mjög í umræðinu. Þannig að forsendur hafa allar breyst og ég trúi ekki öðru en að stjórnmálaflokkarnir allir hljóti að taka þessa umræðu mjög alvarlega á næstu mánuðum. En hvað þá með ykkar samstarfsflokk ef að hann heykist við þessu máli og vill ekki neina stefnubreitingu hvað þetta varðar í bili að minnsta kosti og ekki á þessu kjörtímabili, kæmi þá til greina þínu mati að því þér finnst þetta svo mikilvægur þáttur í öllu framhaldinu að slíta þessu stjórnarsamstarfi? Sko, það er náttúrulega ekki hægt að spyrja mig svona hluti Jú, ég get alveg spurt vegna þess að þetta af því að þú leggur svo gríðarlega áherslu á þetta. En þá verður að átta þig á því að það er bara staðan er þannig að það er engin stjórnmálaflokkur nema Samfylkingin með þetta á sinni stefnuskrá. Þannig að það er ekki eins og það séu einhverjir aðrir á vettvangi sem séu tilbúnir að leggja þetta undir eins og málum er háttað. En það þarf ekkert að vera endilega að sömu gömlu flokkarnir komið fram. Ég meina það má alveg sjá fyrir sér einhverja Evrópuhreyfingu eða hvað annað. Jú, en það er bara ekki það er bara ekki veruleiki sem við stöndum andspænis akkurat núna. En þetta er mikilvægt mál, þessi umræða verður að fara fram. Það eru allt aðrar forsendur núna heldur að voru fyrir 1,5 ári. En við virðum það alveg að þeir sem að hafa verið mjög ákveðnir í þeirri afstöðu sinni að fara ekki þessa leið, þeir þurfi ákveðin tíma til að taka þessa umræðu
og hérna, við erum bara tilbúin til þess að taka þá umræðu með þeim, en hún verður að fara fram. Ég var að spyrja því, ertu sammála því sem sagt hefur verið að íslenskir auðmenn eigi að selja eigur sínar erlendis og flytja þær hingað heim til að hjálpa íslensku þjóðinni? Og þín samráður hefur meðal annars. Já, ég tel að hérna, allir þeir sem að hafa eitthvað sem geta lagt að mörkum eigi og beri siðferðileg skylda til þess, ekki síst þeir. Myndu sækja það fast? Já, ég get alveg hérna sótt það fast, já. Að það verður. Ég til að við hefum að skoða hvað möguleika höfum við til þess að hérna beita einhverjum úrræðum í því sambandi. Hver er ábyrgð þeirra sem stóðu fremst í útrásina þínu mati? Þessar útrásavíkinga svokölluðu. Hver er ábyrgð þeirra þínu mati? Ég tel að hún sé talsverð, sú ábyrgð og ég tel að það sé talsverð ábyrgð sem að fylgir því hvernig menn hafa svona umgengist verðmæti á undanförnum árum og hvernig menn hafa fyrst og fremst miðað að því að búa til skammtímagróð í stað þess að byggja upp hér til lengri tíma litið. Það er auðvitað mikil ábyrgð sem að því er samfara. Ingibjörg, takk fyrir komuna. Takk.